Hæ, blessuð. Ég heiti Hilmir og við erum hérna Erla og Daniel og við erum komin til að tjekka út framleiðsluþættina hérna á Dalsá í Mosó og við þurfum að hafa hana Hönnu til að sýna okkur aðeins um. Fýllunum með líka og eitthvað. Já. Svo fýllaukurinn, hann er líka hérna býður eftir vorinu. Það. Já. Svo þannig að hér í björn, það er alltaf allt og hér er það. Er ég með, ég set hitt á þessi opna hérna, núna í tíminn lok mars og þá er ég búin að tína allt drastlið og fyrir setja plöntur hér. Já. Í litlum pottum sko sem þetta er perutré sem ég fékk í afmælisgjöf. Býður eftir vorinu eins og annað. Ég hef með járnskokk hérna sem ég vil nú kalla sólhníði af því að það er bein þýðing af hérna latínunafninu á því. Þú veist hvað það er, já, sjálfsagt, það er ekki spurning. Það var mjög sko. Já. Það er ekki fyrir í snjónum. Hvað ertu ekki að rækta hérna? Ertu ekki með... Hérna er allt sko, alla káltegundir, rauðrúðurnar og torfurnar og allt svona, sko ég er bara að byrja að sá og svo rækta ég náttúrulega fyrst inn í plasthúsunum og svo þegar svona í maílok, eða byrjun júní, þá planta ég út hérna. Hérna er ég með alls konar plöntur sem ég er að svona viðkvæmar plöntur sem að geymast betur eða sem lifa frekar af hérna úti. Lavender og rósmarín og hérna þetta er bambus. Og svo rós. Já. Og eplatré, það er byrja að koma brun á það. Það er svona að byrja að koma svona vor í það. Já. Apótekið vill fá fullt af kúrbítseinar. Já. Svo hérna verður hellingur af því. Hérna er vorið byrjað. Hér er vorið byrjað. Og hérna. Það er nú aðalega blóm sem ég er búin að sá, en ég er búin að sá hana tómötum líka og hérna svona kryddjurtum, tímjan og tímjans sko, hérna og hérna. Þetta er aðalega blómplöntur og svo tómatar, ég er með kuldaþolna tómata. Sem þola að, þeir þola bara íslenska veðráttu, þarf ekki að vera gróðurhús. Það er mjög spennandi, það er alveg nýtt á Íslandi. Þeir geta bara verið úti, komið fullt af tómatum. Bara það sko. Og svo er bananatré hérna líka. Og appelsínum. Það er svona að byrja að sér hérna sko, það er aðeins að byrja að verða að þroskast sko. Já. Þetta eru svona míni appelsínur. Og þetta hérna er, já, það kallast á, við kallum þetta jarðperu á íslensku. Og þetta eru hnúður sem eru eins og að sjá eins og sætar kartöflur. En eru svona sætar á bragðið og hérna, og það heitir hérna jakon, Ufsrún jakon. Hann kannast veit að þú spila hann. Að sá svona mánaðamótin febrúar mars. Og þá byrjaði ég yfirleitt á einhverju dekri, einhverjum blómum og einhverju svoleiðis. En grænmetið byrjaði ég, þá er ég að byrja á
kryddjurtum og steinselju og púrrum, það er svona miðjan mars. Og svo tekur þetta hvað við og öðru alveg sái svona í apríl og já, þá til ég fer að sá svo úttekni í maí. Hvert sem aðalega að rækta hérna? Það er mjög fjölbreytt. Mér finnst alltaf mest gaman að rækta grænmetið og ég er með, ég held að sé bara alveg 30 tegundir eitthvað. Svona með kryddjurtum og öllu saman. Og hérna, og það er svona ýmsar kálplöntur, sko, rófur og svona, og hvítkál og blómkál og brokkoli og allt þetta. Svo eru púrrur og rauðrófur og gulrætur og salat, spínat og grænkál og ég veit ekki hvað því að var nefna, sko. Ja. Hver er svona aðal kaupandinn hjá þér? Já, Apótek veitingahús kaupir af mér og tapasbarinn. Það eru aðal kúnnarnir mínir. Já. Þannig að ég sníð dálítið mína ræktun eftir því sem þeir óska eftir. Þannig að hvað liti byrjaði að rækta? Já, þú meinar það. Ja. Sko, ég er alin upp við að rækta. Ja. og hérna, þegar ég var lítil þá byggði pabbi 2 gróðurhús og þar voru ræktaðar gúrkur og tómatar aðalega. En við vorum líka með alls konar grænmeti úti. Þannig að ég er bara alin upp við þetta. Og ég hef í rauninni alltaf gert þetta allt mitt líf. Alls staðar sem ég kem þá hefst ræktun. Þannig að núna, ég var að vinna í Bjarkarási sem er með gróðrastöð og þetta er hæfingastöðin fyrir þroskaheft fólk. Ja. Og ég sá sem sagt gróðrastöðina þar í ykkur 5 ár. Svo þegar ég var 65 ára, þá fór ég bara heim af því mér langaði bara að gera bara það sem væri skemmtilegt. Og það er náttúrulega að rækta. Vera hérna heima og rækta og ég hef líka verið með námskeið í matjurtaræktun hérna heima sem hefur líka gefið mér mjög mikið gaman að fá áhuga sem fólk svona vorin og lifnar allt.